erum stödd hérna fyrir utan sundlaug Akureyrar, en hér í innilauginni býður Krabbameinsfélagið upp á sundleikfimi fyrir krabbameinssjúklinga. Sigrún Jónsdóttir, sjúkraþjálfari, ætlar að segja okkur aðeins frá starfsemi félagsins og mikilvægi þess að stunda reglubundna hreyfingu þegar krabbamein annars vegar. Já, hér í innilauginni erum við með tíma fyrir krabbameinssjúka eða þá sem hafa greinst með krabbamein og fyrir langveika. Við erum hérna 2 ferðir í viku með styrkjandi og liðkandi æfingar í vatni og slökun. Nú það mikið sjokk oft fyrir fólk að greinast með jafn alvarlegan sjúkdóm og krabbamein getur verið. Og hvaða hlutverk spilar hreyfing þar inn í? Já, sko, öll hreyfing, hvort sem það að fara út að ganga eða vera í hóp í styrkjandi og liðkandi æfingum, ná góðum tökum á öndun og slökun, hefur mjög jákvæð áhrif á andlega líðan fólks vegna þess að það að greinast með, eins og þú sagðir, krabbamein náttúrulega sjokkerandi fyrir fólk og veldur jafnvel töluverðri innri spennu og takast á við þá miklu vinnu sem að fer af stað með lyfjameðferð og öðru, að þá mjög mikilvægt að viðhalda góðri hreyfingu og viðhalda góðri andlegri líðan eins og best verður á kosið. Og það þá kannski ekki síst félagslegi þátturinn, eða hvað? Já, sko, hann má ekki vanmeta í svona hóp. Þar sem þú hittir aðra og finnur samkennd og getur rætt jafnvel ýmsa þætti sem að þú ert kannski ekkert að bera á torg fyrir aðra. Mér finnst það bara að hafa hjálpa manni svona að rúlla aðeins í gang. Aukið kraftur og orka og maður mjög orkulaus til að byrja með og þetta bara sniðið að okkar þörfum og létt, þannig að maður á mjög auðvelt með að fara í þessa leikfimi, liðkandi og góð og teygjur og svona mýkt, bara mjög góð leikfimi hjá henni. Og hefurðu prófað eitthvað, ég veit að Krabbameinsfélagið að bjóða upp á fleira en sundleikfimi, hefurðu prófað eitthvað af hinnu? Já, ég hef verið á Keramikloftinu og bara frábær starfsemi sem fer þar fram. Og ég hef líka verið í föndrinu hjá Halldóru niður í Glerárgötu. Það bara mjög góðir hópar og bara eins og ég segi hver haldið utanum hópinn, sko. Já, sundleikfimin hún hérna í innilauginni í sundlaug Akureyrar. Hún á mánudögum klukkan 3 og fimmtudögum klukkan 11. Hugleiðsla, slökun og liðkandi æfingar í húsi Krabbameinsfélagsins á þriðjudögum klukkan 4 og svo styrkjandi æfingar í átaki, líkamsræktarstöðinni hérna við skólastíg, klukkan korter í 11 á föstudögum. Ég mæli bara eindregið með, ef hún þekkir einhvern í hópnum, hafðu samband, stundum erfitt að fara einn á stað, hringið bara og við tökum ykkur með, bara ekki málið. Og eins líka ef þið viljið, þá ekkert mál að mæta á svæðið og það þarf ekkert endilega að vera að gera eitthvað, bara koma og sýna sig og sjá aðra.